This. Oh, and this. Oh, but okay. Herjú, já, ok. This is. Oh, já, góðan daginn. Andlitið er í fokki. Ég var að raka mig og ég bara, já, Pepsi, þá er ég tilbúin að ræða við ykkur, Íslendingar. Og það sem mig langar að ræða við ykkur, það er samfélagið. Og við viljum öll lifa í góðu samfélagi, sátt við hvort annað og ég veit hárið á mér er Messi. Enda eru þið Messi best friend. Og mig langar að tala bara í gamla daga þegar maður var krakki. Þá var maður alveg bara úti alla daga, sumrin, veturnar, maður var úti í snjónum og labbaði alltaf í skólann og allt svona, sko. Og í dag er þetta orðið allt öðruvísi. Ég bara, þegar ég spóla tilbaka þá sakna ég marga daga bara þegar maður var bara labbandi bara og lúpínan eða veturinn, maður fann lyktin af vetrinum, bara, hvað góð lykt og bara þessi, já, bílamengun var ekki og hún er náttúrulega búin að tvöfaldast og ég veit að fólk á ekki að drekka sykur. En ég var að gera út af því að stundum fæ ég bara ég verð. Já, og mig langaði bara að tala við ykkur út af því að það bara er einhvern veginn þannig að var bara kominn tími fyrir sjálfa mig að starta aftur svona YouTube og svona byrja að tala við ykkur og ég ætla bara að vera svona, já, ekki alveg svona rosalega svona, sko, alveg bara, ég verð að gera þetta á hverjum degi eða eitthvað svoleiðis, sko. Það er ekkert svoleiðis, sko, hjá mér, sko. Ég bara tek þetta hægt og rólega og ég er ekkert í neinni samkeppni. En það sem mig langaði að tala líka að það er svo margt sem ég þarf að tala, þess vegna þarf ég að fara að búa til podcast. Ég meina, já, ég bara, mér finnst voðalega gott stundum að fara bara beint á live, þá er maður bara óheflaður og líka maður er ekkert að ritskoða sjálfan sig og maður náttúrulega passar að tala kurteislega, þannig að maður sé ekki einhver dóni og já, mér finnst RÚV, ég bara er alveg hissa bara að það voru engin þættir með Gurrý, blómaþættirnir mínir og engin svona þættir svona eins og hann á Stöð 2, hann að fara að fjalla bara þegar flugið bara kom til Íslands og allt þetta, ég bara, meina, af hverju er ekki RÚV að fjalla um þetta? Þetta er menningararfur Íslendinga þegar flugið kom og það voru bara einhverjir bátar sem komu 8 bátar sem, þú veist, ég meina, ég á eftir að horfa á þessa þætti þannig að ég horfði bara á Ísland í dag með honum Sindri tók hann viðtal og Icelandair er búin að vera lengst, sko, og svo er Atlanta, það er ennþá í gangi, sko, og ég man eftir því að ég var að byggja þegar ég var að vinna hjá Íslenskum aðverktökum að þá var ég að vinna í Mosó
og þá vorum við að byggja hérna fyrir sláturhús fyrir hænsnin, Greyin og hérna þá var Air Atlanta með aðstöðu í Mosó sko. Þannig að það verður mjög gaman að fylgjast með þeim í haust og ég mæli eindregið með, að horfa á eitthvað svona menningarlegt og svo líka finnst mér vanta sko einhverja þætti, kannski bara engin áhugi, ég veit það ekki, mig langar að að fylgjast með hvernig fornleifafræðingar að vinna og allt þetta og allt þetta okkar saga og víkingarnir þegar þeir komu til landsins og allt þetta og Ingólfur Arnórsson kom með súlurnar og svo valdi hann Reykjavík út af því að það var reykur og heitt vatn og svo náttúrulega gat konurnar þegið þvottinn í Laugardalnum. Þannig að svona þætti vill ég fá og svona sem maður lærir. Enda elska ég svona podcast sem ég get lært og bara YouTube bara heill skóli sko. Það bara málið sko. Og ég veit að að kameran voðalega, en ég var bara að gera þetta í flýti sko. Bara til að tala við ykkur og ég vildi tala íslensku. Ég bara, það til hvað heitir þetta, ChatGPT sem fólk bara á að geta translatað, á YouTube, það ekki? Kommentið bara fyrir neðan ef það ekki hægt að breyta þessu yfir í enskan texta, sko. En já, þetta var hörmulegt með, þetta bara Ísland bara brotið eftir þessa menningarnótt, sko, í Reykjavík, sko. Maður svona bara mjög sleginn, sko, og harma bara mjög mikið bara og votta aðstandendum bara mína dýpstu og maður bara mjög einhvern veginn bara en það í grunninn það við samfélagið þurfum að takast á við og ég einhvern veginn bara hugsa bara allir foreldrar eiga að taka tíma og taka utan krakkana og bara knúsa þau og segja bara, veist að ég elska þig, þú veist. Þannig að krakkar finni fyrir ást og og krakkar eiga ekki að vera svona líða eða fá svona vanlíðan að þau séu eitt ef þau að glíma við eitthvað eða eitthvað, þá mjög gott að eiga góða vini, þá náttúrulega raunverulega. En það nú bara ekkert létt í dag að eiga góða vini, sko. Það mikið betra að eiga fáa en marga, sko. Út af því að það svo mikið vinna að eiga svona marga vini, finnst mér. Mér finnst það. Ég bara segi bara alveg blákalt bara það sem mér finnst, sko. En mér finnst samt ógeðslega næs að tala við ykkur og bara erum við öll og þó að ég sé alveg bara bad hair og andlitið, ég bara, þú veist. Þannig er mér
alveg sama, mér er alveg sama hvernig ég lít út, bara ég kem fram eins og ég er, eins og ég er, eins og ég er. Og já, ég ætlaði bara að hafa þetta svona eiginlega stutt út af því að ég er að reyna að virkja mig og ætla að bara að leyfa ykkur svo bara að njóta. Ég ætla bara já, það er svo margt. Ég er bara pæli að fara að koma með hérna podcast, það er framundan. Þetta er live síðan mín, þú veist, og það er svo frábært við það að það er bara clean og engin filter eða neitt svona og maður á að vera bara maður sjálfur bara og þá sér fólk alveg, þú veist, það er ekkert svona fancy, þú veist, ég bara nývaknaður og ógeðslega þreyttur og illa, já, ég svaf illa í nótt. Það er bara málið. Það er bara málið og ég elska ykkur öll og sendi ykkur bara love og brosið og elskið hvort annað. Ég meina og love.